Börnin erfa landið. Við háskólann unnið að því að meta og greina með hvaða hætti við getum haft áhrif á þau og byggt upp betra og siðvættara samfélag. Við erum að tala hvernig fólk stjórnar hugsun og hegðun og reyndar tilfinningum líka. En það það tvennt sem ég hef verið að skoða, hvernig börn stjórna og læra að stjórna hugsun og hegðun og hvaða afleiðingar það hefur fyrir líf þeirra á öðrum sviðum. Sjálfstjórn felur til dæmis í sér hvernig börn geta stjórnað athygli. Það náttúrulega undirstöðuatriði í skóla þegar þú ert í stórum bekk og það kannski mikið að gerast og þú verður samt að fylgjast með því sem kennarinn segja og nýta þér það. Þú þarft að taka eftir leiðbeiningum og muna þér og fara eftir þeim til að ljúka við það sem þú ert að gera. Þú þarft líka að kunna stjórna hegðun. Þannig að þetta þessi færni sem að þróast, sérstaklega þarna í upphafi grunnskólans og svona á þessum mörkum leik og grunnskóla, þá eru börn að fá þessa færni. Fyrst viljum við sjá hvernig þróast þessi færni, á hvað getum við gert ráð fyrir að gerist, hvað gerum við svo til að styðja við hana. En sko það mikilvægt að hafa í huga þegar ég að tala þessa sjálfstjórn sem börn þurfa að öðlast, að það einmitt ekki bara að þau hlýði, skilurðu, en það að þau hafi þá færni til þess að taka sínar eigin ákvarðanir og standa við þær. Rannsóknir Steinunnar sýna að sjálfstjórn barna mikilvæg til að þeim vegni vel í samskiptum við aðra og fyrir farsælt gengi í skóla. Ég held að sé enginn vafi að við þurfum að kenna þeim hvað það þýðir að búa í svona samfélagi og til hvers ætlast að þér. Og síðan þetta sem ég hef kannski meira verið að fókusera á, hvernig sjáum við til þess að þau hafi tækifæri til þess að sýna það í verki. En þetta sjálfsögðu má aldrei taka úr samhengi og það eru margar góðar rannsóknir gerðar á siðferðisþroska og það annað sem hægt að flétta tiltölulega auðveldlega inn í skólastarf, bæði grunnskólastarf og í framhaldsskólum og í háskóla, ekki síst kannski í háskóla. Þurfum við alltaf að vera meðvituð að leyfa nemendum að tala þessi erfiðu hugtök og takast á við þau og mynda sér skoðanir jafnrétti, lýðræði, það hvað þýðir að vera borgari, siðferðisvitund, umhyggju. Allt þetta verðum að flétta inn í skólastarfið.